Inga hérna hjá í Prjónablaðringu, þáttur 3. Þátturinn í dag verður svona ársuppgjörsþáttur þar sem ég fer yfir hérna hvað var prjónað á árinu, hvað ég prjónaði mörgum metrum, mörgum grömmum, mörgum dokkum, hvað kom mörg verkefni, uppáhaldslegast, eitthvað svona sem mér dettur í hug að deila frá. Og já, ég auðvitað, og gleðilegt árið, krakkar, og konur og kallar og kvár og allir þeir sem eru að horfa, bara gleðilegt ár. Og ég bara þakka fyrir samfylgdina á árinu. Árið var viðburðaríkt hjá mér. Náttúrulega byrjaði að lita garnið, hjá Uppfit. Byrjaði YouTube. Var með miklu fleiri daga inn á íslenskum prjónurum, á Instagram. Og bara já, fullt að gerast. Beggo útskrifaðist sem húsmíðameistari. Þannig að við vorum með útskriftakaffi rétt fyrir jól. Mæli kannski ekki alveg með því svona rétt fyrir jólin með 3 lítil börn. Eða 1, 2 ára, 4 ára og svo 8 ára. Hann er ekkert lítill ennþá. En já, það er bara rosa stolt af mínum manni og svo jólin yndisleg. Svona aðeins farið að síga svolítið á rútínuleysið hjá sérstaklega þeirri yngstu. Þannig að það var mikil eftirvænting að hún færi í leikskóla í morgun. En það er bara gaman. Hún var líka meira sér það spennt að hún svaf eiginlega ekkert í nótt. Þannig að það verður mjög gaman í leikskólanum í dag. Þannig að bara eins og það er. Jú, hún náði náttúrulega að sofna aftur. En var alveg vakandi í 10 mínútur. En allavega, eigum að fara yfir þetta. Ég skrifaði pínu minnispunkta í bókina mína. Og já, ársuppgjörið. Ég prjónaði sem sagt 44 verkefni. Prjónaði úr næstu því 5,3 kíló. Það var 5.289 grömm. Og þetta gera 14.875 metrar. Gleymdi reyndar ég ætlaði að mæla hvaða yfirreind væri langt. Bara svona upp á garnið. Og þetta voru sem sagt þá 86 dokkur. Ég var ekki með allt. Ég tíndi bara til það sem ég fann heima. Af verkefnum, sumt er alltaf búið að gefa, sumt er í leikskólanum, annað með skólanum. Það er eitt sjal niður á vinnustofu hjá mér. Þannig að ég er svona með eitthvað. En delveg, ég sjá alveg svolítið bungi, Það er eitthvað dóti sem ég sýn ykkur. Ég fór inn í árið með 1 verkefni vinnslu. Það er hvað heitir hún? Novita Natura Golan sem ég talaði í fyrsta þættinum. Eða öðrum þættinum. Það er eina verkefnið sem ég hef verið að vinna í sem ég tek með mér. Svo fann ég reyndar. Ég fann eitt gamalt heklverkefni. Mömmulaupurinn frá heklfélaginu. Sem byrjaði á þegar við byggum fyrir sunnan. Það hefur ábyggilega verið 2018 eða 2019 sem ég byrjaði á þeim. Ég kláraði 2 og þetta var 3. dúkurinn. Minni mig. Ég gaf mér með 1. Ég held ég hafi gefið Tengdó 1. Já, ég held það alveg örugglega.
og svo ætlaði ég að gera sko handa ömmu minni og ömmu Beggós. Svo hætti ég við það og kannski ætlaði að eiga hann og svo nefndi ég ekki að þetta eru skriljón litla dúllur sem eru bara sko, þú veist, svona litlar sem að ég nefndi ekki að hekla saman. En það er bara eins og það er. En ég er búið með hann. Ég ákvað að taka hann upp úr kassanum sínum og klára hann. Og ég átti sko, eina sem ég átti eftir var að hekla sko, kantinn utan um hann. Þú veist, ég var búin að fela næstu í alla endana og hekla allt það saman. Þannig að bara, þú veist, það vantaði hersl í munninn. En þannig er það bara stundum. Það er bara, sum verkefni gleymast bara og gleymast í mörg ár. En ég kláraði. Mjög stolt af mér. Dugleg. Herðu, ok. Eigum við ekki bara að fara yfir verkefni sem ég er með. Ég ætla fyrst að lesa hvað ég gerði 11 sokkabör. Fullt af sokkasnokkum og sokka á stelpunnar. Líka leikskólasokka, það þarf leikskólasokka þar, hlýja í stígvélin. Ég hef 4 vettlinga, ég er ekki með eitt einasta vettling af því að þeir fóru allir í júli skókassa verkefnið, held ég. Ég held það. Ég hef 3 peysur. Nei, 3 peysur. Já, ok, 3 peysur. 1 ból. Nei, 1 ból, 1 kjól. Ok. Gerði ég 3 bangsa? Held bara 2. Nei, ég gerði svo smákinn líka. Gerði 3 bangsa. Ég er ekki mannheldur. Þessu var náttúrulega, þú veist, tuskur, sápupokar. Gerði trefil. Gjafir, bangsaföt og alls konar eitthvað meira. En við ekki bara að vinda okkur í þetta. Ég sýni ykkur fyrst trefil sem að elsti bað mig að prjóna. Hann er farin að lesa Harry Potter og vildi fá Harry Potter trefil úr einhver mjög gagni. Og ég þetta er ekki fallegasti útsumur. Var eitthvað að flýta mér rumburs af með þessa 2 ára í fanginu. En gerði stafinn hans, svo myndi ekki týnast. Gerði Harry Potter trefil á hann og hann er bara rosalega ánægður með hann. Gleymir reyndar að fara stundum með hann í skólann. En ég meina, þú veist, hann þarf þess ekkert núna. Mjög sötur. Líka flottar Eða þú veist, mér finnst gaman hvað litirnir voru. Ég heldur hafi bara fundið alveg réttu litina. Þetta er eitthvað droppskap. Sky. Eitthvað rosalega mjúkt sem ég keypti þegar Dr. Diverks opnaði. Þannig að ég ánægð með að geta prjónað eitthvað hann sem hann biður líka. Þannig að hann er ekkert ofta biðja neitt. Herri, já, í byrjun ársins þá tók ég þátt í heimagarninu hjá Prjónu, Magnu. Hún ætlar að hafa aftur í ár með aðeins öðru sniði, þar sem maður bara setur sér sjálfur markmið. Þú veist, ætla ég að taka 1 mánuð, ætla ég að klára þetta mörg kílóvar eða skröma í heimagarni eða ætla ég að hafa allt árið. Þannig er alveg gaman að svona geta sett sér pínumarkmið. En mér fannst samt alveg þægilegt í fyrra þegar það var 101. dagarnir á árinu fyrir mig. Og svo gat maður sett sér sín markmið innan þess tímaramma. Þú veist, klára 400 grömm, 500 grömm. Ég ætla að klára þetta verkefni. Þannig að það er svona, þú veist. En ég byrjaði á því og þar gerði ég ýmislegt. Það gerði ég þetta sem er bara geymir
Vá, þetta fer allt um allt. Geymir hérna allar spennurnar hjá Bergrós. Hún á rosa mikið af spennum sem voru alltaf út um allt. Þannig ég heklaði bara svona, þú veist, rosalega ómerkilegan kassa bara. Og hérna, gerir bara svona bönd þar sem ég klippi þeim bara í, klemmi þeim í. Og þetta geymir alla spennurnar sem finnst þægilegt. Þú settir svo bara í skúffu hjá henni. En ég veit hvaða spennurnar eru. Mér finnst það rosalega gott. Svo gerði ég líka, sko, frágangur mér ég eftir að setja smellu eða tölu til þess að festa skóna og líka gera tölu aftan á. Ég og frágangur erum bara ekki vinir. Ég gerði þennan sæta bamba og mér langar rosalega mikið sko að gera fleiri. Ég skal setja uppskriftina og hönnuðinn hérna fyrir neðan. Ég geri það ekki á öllu sem ég er að sýna ykkur af því það væri bara tekið endalaust tíma. En mér finnst hann rosalega sætur. Mér langar að gera fleiri og mér langar að gera fleiri kjóla á þennan og skó og eitthvað. En þessi hefur bara átt heima upp í hillu svo því ég vil ekki að stelpuna sé að rífast um hann. Langar að gera annað handa þeim, svo það er í sitt hvort. Fullt af fötum og fylgihlutum. Svo langar mér líka að prjóna fleiri handa frænkudúlórum og frændum. Þannig ég er að nota, ég á sko ennþá sama garnið í þennan. Þannig að ég gæti alveg gert fleiri svona í heimagarðsáskorunni. Alveg klárt mál. Einhvers staðar á ég fullt af bómullar afgöngum sem að kjólinn er úr bómullarni. Svo gæti maður, þú veist, nota bara eitthvað. Bara passa það hérna. Þessi sama prjónfesta svo hann passi. Allavega. Víst það mér sötur. Svo gerði ég líka bjössabangsa. Fyrir bjössabangsa aðdáandan á heimilinu hennar Bergrós. Hún fékk mér að segja, hún fór með hann sko, við hittum bjössabangsa á Glerþorginu. Bara rétt fyrir jól. Sundinu fyrir jól fyrir mig. Og það var svo fallegt, hún sko labbaði með hann á mótornum þegar hann labbaði inn. Með hann í fanginu. Ég því miður komst ekki að taka mynd, svo ég ekki fyrir hinum börnunum og vildi ekki tróða mér. En það var einhver slökkvilis kona sem var þarna sem tók mynd af henni með bjössabangsa, með þessum bjössabangsa og stóra alvöru bjössabangsa, eða björnis. Ég kalli þetta bjössabangsa. Og þá fékk hún svona nælu sem við festum á. Þátturinn er ekki alveg þyrfti eiginlega bara að sauma niður, held ég. En hann svona tókst vel. Þetta var svona grunnuppskrift sem ég fann bara af svona dúkku. Ég man líka eftir, ég gerði svona hjón í grunnskóla þegar ég var að prjóna. Gerði kalli kettlingu, þú veist, konan í upplit með pils og skotthúfu. En ég á það ekki lengur. Gerði hann og Bergrós er rosa ánægð með hann. Gerði hann líka í heimagarðinu. Gerði bólinn sem ég var í síðast þætti í. Gerði ég hann. Já, þið sáu hann þá. Þannig ég ætla ekki að sýna ykkur neitt meira um hann. Hann var gerð líka í heimagarðsáskorunni. Hvað gerði ég meira? Já, ég gerði Shell, Textures Unite. Sem að ég er búin að nota alveg afskaplega mikið. Ég langar að gera annað svona og þá sko stærra. Ég hefði líka alveg mátt vera með
grófari prjóna held ég. Bríoskaflinn, hvað er þetta, klukkuprjón? Mér finnst hann skemmtilegur, ég þarf alveg pottþétt að hérna rifja hann upp aftur. Svona bara alls konar hérna útvælt, ég veit ekki svona hvort ég sé sýningu réttinu er hringuna. Þetta er réttan. Ég er búin að nota það alveg afskalega mikið og hérna og skemmtilegt afgangaprjón líka. Þetta voru bara einhverju afgangar sem ég setti saman. Ég var rosalega lengi að pæla hvort að hérna blái kanturinn myndi passa nú mikið með. Þetta væri allt annað sjal ef að kanturinn væri einhvern öðru hlutin. Þetta er þessi hérna blái, þessi hérna, því ég átti bara svo mikið eftir á hann og vissi ekki hvað ég gera við dokkuna sem þetta var á. Og sko ég held líka að allt þetta gat nema blái sé úr hex dagatalinu. Já, nema þessi græni hérna myndar. Hann veit ég út að sjáist. Þessi græni er ekki, en þessi brún, blá, grái sem er þannig á milli, hann er úr þessu dagatali. Þannig að það eru nei, ég ljúga, það eru 3 litir, líka þessi fjólblái. Það eru 3 litir sem eru ekki úr þessu dagatali frá hexinu í fyrra. En mér langar að gera hann svona og þá stærra. Mér finnst stærra. Ég held ég hafi gert það hérna líka í heimagafninu. Þetta var eitthvað sjál sem ég fann á Ravelli. Þessi hérna kafli er geggjasætur. Veit ekki hvort það heiti eitthvað spes. Þetta er sama gatn og er í hérna fjólblá peysunum minni. Hérna er sami grænliturinn og var hérna í hinu sjálfinu. Nefnum bara með svona bleik réttu gatni líka. Annarhver umferð skiptir lit. Mér finnst þetta koma alveg sjúklega vel út. Og svo kemur bara bleiki meiri fjólbláa og bara græni hérna megin. Og ég er bara virkilega ánægð með þetta. Mér langar líka að gera annað svona úr öðrum lit. Ég er rosa fjólblá og blá. Það er svona mínir uppáhaldslitir. Ég held ég sé ekki með neitt meira með mér sem ég gerði í heimagarðs áskorunni, en það var mikið meira. Hérna, þú veist, flest sem að er í kannski sýningu bara í lokinu á myndbandinu, set ég hérna, bjó til sko Instagram yfirlit með öllum verkefnunum mínum yfir árið. En ég kannski skelli því bara inn hérna í lokin. Já, ég held að gera það. Þá getið þið sé allt hitt sem ég gerði og þá er náttúrulega, þú veist, janúar, febrúar, mars og eitthvað smá apríl. Er þá heimagarðs hérna áskorunin. Ég held að minnir að ég hef bara einblítt á hana og svo byrjaði ég skipti mér þennan hérna sem byrjaði sem páskasamprjón og það held að þessi fyrsta verkefni sem ég keypti gafni á árinu, minni það en ég man það ekki alveg. Ég held það. En þessi hérna ég hefði náttúrulega það verið í honum bara. Þetta var mitt Everest á þessu ári. Ég held ég hafi sko byrjað og rekið upp alveg á bara svona 4 eða 5 sinnum, ef ekki meira. Mér langar, sko,
Fyrst, ok, ég var rosa spennt að hérna byrja þetta samprjón. Eðlilega þinn eru rosalega sætur. Já, svo ég segi, ég hefði átt að vera í honum, það tegist. Það lítur ekki út fyrir að passa á mig. En það tegist alveg endalaust. Rosa sætur á mynd. Ég gat ekki ákveðið lit, þannig ég var næstum því búin að kaupa 3. Eins gott ég gera það ekki. Keypti 1. Keypti bara sama lit og hérna var af hérna frá hönnuðinum, þú veist, á hérna á þessu áskriftinni. Þetta mér þannig rosa sætur og svo fannst mér líka einhver sætur blár. Já, og svo, þú veist, bara þeir, þú veist, það er rifflað, þú veist, hérna, stjórnabröðið, en þeir eru misbreiðir. Þú veist, það koma 5 sléttar, 2 bugnar, 1 slétt, 3 bugnar, 2 sléttar. Þannig þetta er ekki alltaf það sama. Og bara, þú veist, að gera, þú veist, að auka í hérna og láta allt passa. Uppskriftin er svolítið flókin skrifuð eða ég sé bara ekki með hausinn í að lesa þessa uppskrift því hún er löng. Þannig að þetta páskasamprjón mitt, ég lauk því, í september eða október, held ég. Og þá sko var ég búin að ströggla, var komin hingað, mátaðan, en passaði ekki. Þannig ég byrjaði, þú veist, alveg upp á nýtt. Og hérna reyndar á TikTok ég hérna setti mér svona viku alltaf, sýndi alltaf viku eftir uppsett. Og þá tók þetta 3 vikur bara af þessum ból. Og þetta er Campinella Tea og var alveg mitt Everest á þessu ári. Ég held ég geri ekki eftir svona kjól, nei, svona ból. Sætur, hefur þetta ekki verið í kjólnum. En næsta sumar verði ég ábyggilega alveg slattað í þessum. En, já. En hann er mjög sætur. Heyrðu, síðan heklaði ég mér hérna vinkonu kjól. Frá hérna, þetta er uppskrift frá hérna Heru í Flóð og Fjöru. Heitir vinkonu peysa. En ég bara, úst, síkkaði hann í klauf hérna og hann er örlítið síðar aftan heldur en framan. Mér langar rosa mikið að vera meir í þessum. Einhvern veginn hefur bara ekki komið mér í hann að vera meir í honum. Eða þú veist, ég held að það sé bara líka markmið fyrir þetta ár. Að vera, klæðast meira, þú veist, eins og fínu prjóndótinu mínu. Ekki bara einhvern, þú veist, þægilegum peysum. En já, mjög ánægð með þennan, líka flotta litur í þessu. Þetta er úr hérna endurunna bobíni í garninu. Og, jú, það ætlaði að gera hann svartan, en ég gerði svona vesti í hittifyrra. Nei, ég gerði það núna. Gerði ég það ekki núna? Eða kannski ekki, ég man það ekki. Kannski gerði ég það fyrir jólin, hin jólin. Allavega, man ekki. Nei, gerði ég þennan ekki fyrra? Nei, ég hitti fyrra, 2004. Kannski er ég rugl í ykkur. Kannski er þessi bara eldri. Mér finnst það. Ég held að hann sé frá 24. Herru, scratch that. Þetta er ekki hluti þessa uppgjörs. Þetta er hérna frá árun áður. Herru, fleiri sjöl. Ég ætla að prufprjóna það eitt. Ég hef haft það markmið að reyna að prufprjóna eitthvað.
ætlaði samt ekkert að pröfuprjóna í ár en sá þetta sjal og ég bara varð einhvern veginn að pröfuprjóna. Þetta er hvað heitir það? Guðbjörg sjal. Og þú veist, ekki litir sem að ég svona venjulega sækist í en langaði að gera eitthvað crazy. Bergrós er reyndar búin að krefjast þess að eiga þetta sjal. En það er bara alltaf læg, veist, þegar maður er 4 ára skvís þá þarf maður að eiga eitthvað flott. Þannig ég held að hún taki þetta bara endanlega að mér þegar að hún sér þetta næst. En mér finnst það fallegir litir. Þetta eru allt litir frá Vatnsnesjan sem ég keypti fyrir þetta sjal. Og bara, mér finnst þetta svo sætir litir. Samt alls ekki, þú veist, litir sem að ég sækist í. En ánum þetta sjal líka skemmtilegt. Mér finnst skemmtilegt að gera þetta þú veist, ekki blúndu heldur munstrið hérna neðan. Mér finnst það virkilega skemmtilegt. Líka kemur líka vel út. Og ég mæli með. Mér fannst það skemmtilegt verkefni. Svo var ég náttúrulega búin að sýna ykkur stóra sjalið. Campfire Cozy. Sem maður getur náttúrulega bara lifað í, sko. Þetta er náttúrulega bara huge. En líka rosa gott. Þegar það er kalt geta bara, algjörlega bara lifað í því. Þú veist, ég þetta ekki svona geturuleg, þú veist, að vaði þessu. Eða jú, þetta er ógeðslega stórt. Já, þetta var svona hugsað sem útilegusjal. Fórum alltaf með okkur í eina útilegu sumar. Þessa einu útilegu sem við fórum í. En bara vegna annað hjá manninum mínum komumst við ekki í nema eina. En það er alltaf leið. Náttúrulega er að byggja fyrirtæki og starfsmenn og svona í fyrsta skiptið og svona alls konar. En já, þetta líka eins gott sem þetta var með. Þetta alveg bjargaði mér einu nóttina sem var svolítið köld. Af því ég meika ekki að sofa í svefnpoka. Ég bara sef ekki neitt af því ég er með skrýtinn svefn. Þannig að ég vafði mig utan þetta undirsæng. Undirsæng. Ok. Önnur peysa á mig. Önnur hallósvetter sem ég geri. Þau eru líka búin að sjá mig í þessari. Virkilega ánægð með hana. Og þetta er ábyggilega svona mest notaða flíki sem ég gerði þess á því. Svo alltaf gerði ég helling af sokkasnákum. Þú veist, það vantar alveg 1, 2, 3, það vantar 4. Þetta eru bara 3. Eins og ég sagði, ég gerði alveg, 11 sokkabör. Og þar voru bara 3 af krakkana. Held ég. Og svo hitt bara mig og Beggo. Þannig ég mæli með samt. Eins og ég sagði líka áður, magnaði mig rosalega gott myndband hvernig maður á að gera svona snáka og hvernig maður á að klippa og hvernig maður tekur upp lykkjur og ég hélt að væri rosalega mikið mál þegar að ég var að horfa á þetta hjá henni en svo var þetta bara ekkert mál.
sokkurinn og hællinn er gert, sokkurinn og hællinn. Hællinn og táin eru gert eins. Þannig að mér finnst það líka þægilegt að vera ekkert að bara, hvernig gerir ég þetta, hvernig er svona, Svo var ég ekki búin með þessa peysu. Þessi kláraðist milli jól og nýárs. Ég átti eftir að þvo hana. Ég var líka eftir að fela enda neðan á ef ég þarf að síka hana. Ég ætlaði bara að þvo hana og að þú myndi síka aðeins, þú veist, hún mætti alveg síka svona. En ég held hún gerir það alveg í þvotti, sko. Hún er alveg svolítið stretchy. Ég þarf bara að passa að því ég leggja hana að hérna. Hún tegi ekki of mikið á henni. En Begga er rosa flott í þessari hérna gust. Peysunni, hún er rosalega seinleg að gera hérna perluprjónið inni. Þetta er tvöfalt perluprjón. Er það ekki þegar maður gerir tvisvar sömu umferðina? Og sléttbrauðið og svo aftur sléttbrauðið og svo sveisar maður. Held ég tvöfalt hérna perluprjón. Ég held það. Nú hrúa mín að þetta. Já, hörðu, svo ég með eitt í viðbót. Mamma fól mér það verkefni að prjóna föt á dúkkuna sem hún átti úr æsku. Þetta er Ása. Og hún átti engin föt lengur greyið. Þannig að mamma baði mig að prjóna á hana kjól. Þetta er sami kjóll og Dátir er í. Nema bara á, sko, sama uppskrift, stærri prjónar. Og ég þurfti aðeins að hérna gera náttúrulega síðari og sleppti held ég einni, eða breytti einni hérna úrtöku fyrir hérna í mittinu. Svo myndi passa, en handvegurinn, hann passa alveg. En það var ekki fræðilegur og hann komist í þannig hérna, sko. Þannig að, svo átti ég eftir að gera hérna undirbuxur á hana. Það verður ábyggilega bara gert hérna bara eitthvað upp úr sjálfur. Þannig að gera það. Þannig að já, svo langaði mig kannski aðeins að tala sko leiðinlegasta verkefnið. Það er náttúrulega klárlega bleikibólurinn. Það er bara, þú veist, rosalega fallegur þegar hann er búinn og ef mann tekst að hérna, hann er krumpað greið, ef mann tekst að hérna herða vel á sko lykkjunum sem eru hérna næst brugnulykkjunum. Svo yrðu hérna ekki teygðar þar. Ég held að mér hafi tekist það alveg ágætlega, það sést ekki neitt. Ég veit ekki alveg hvað er í sýningur. En þetta var alveg klárlega leiðilegasta verkefnið. Já, ekki mikið og mér langaði að gera fleiri hérna í apríl, þá hérna held ég að það gerist nú ekki. Mest nota, fyrir mig það er þessi hérna peysa og ábyggilega þessi hérna. Ég nota þennan meira en mér finnst þessi samt rosalega fallegur og er líka mikið með hann. En ég held ég grípi oftar þennan. Ég held að sé af því hann er stærri. Þú veist, ég fíla frekar stærri sjöl. Þannig ég held að markmið ársins sé klárlega að gera
stærri útgáfuna af þessum með einhverju heimagarni. Það sem ég er mest stoltust af, það er sko annarkvort þessi bólur. Mér finnst pífan bara svo afskaplega falleg. Afskaplega falleg pífan þessari. Eða dádýrið. Ég held að það sé dádýrið af því að mér finnst það meira challenge af því að ég elska ekki að ganga frá endum og allt svona smá dúlleri. Þú veist, ég er ekki ennþá búin að festa skóflappan ásamt litla smellur en bara ekki búin að festa þær eða setja tölu. En mér finnst það bara rosalega cute. Hún er svo sætt og svo var hægt að uppskriftarpakkin sem ég keypti var maður gæti gett ref og einhver fleiri dýr. Þá var búkurinn eins en hausinn eitthvað öðruvísi. Eða eyrun öðruvísi, alltaf gerur þú veist. Eyrun meira svona, þá komið ref og nefið mögulega öðruvísi líka. Ég held ég sé stoltust af þessu Og já, þá er ég búin að sýna ykkur það sem ég ætlaði að sýna ykkur. Markmið ársins. Já, ég ætla að gera fleiri. Svona. Gera allavega gera hvað 1, 2, 3, 3 eða 5. Veit ekki alveg hvað kemst yfir mikið. Ábyggilega svona dýr fyrir mínar mætur á lagfangi ef ég er að reyna að gera jólagjafir fyrir nánustu frænku og frændaskott. En svo þú veist, ef ég get bara gert 2 þá gef ég bara einu systkinapari í ár og svo næsta seinna. Mér finnst það rosa cute. Og svo væri ekki gaman að gefa auka kjól eða smekkbuxur og aðra skó og svo var hægt að gera eitthvað töskur og fylgihluti. Eitt svona hnýtt sjal var líka öskreitt einhvers sá ég í þessum pakka. Já, svo var alltaf markmiðið að prjóna meira úr mínugarni til þess að geta haft fleiri sýnishorn á mörkuðum og svona sem ég ætla að reyna að fara meira á og koma garðlindunarfyrirtækinu mínu svona meira á stað. Höfum alltaf svona meira einblítt kannski að líta bara helling af því er nú líklegast að fara á garnivalið. Ég ætla búin að fá pásu og bara eftir að borga það þegar reikningurinn kemur og þá er ég komin með endanlegt pláss. Þannig já, ég held að næsta ár verði bara rosa spennandi. Prjónagleðin verður svo 10 ára. Ég hlakka mikið til þangað, hvort sem ég fer sem söðluaðli eða sem bara almennur gestur. Þannig að já, herði, svo langaði mig líka reyndar að sýna ykkur. Ég gerði svona markmiða bingospjald. Og mest af þessu er prjóna tengt Langar að gera prjóna aðfangapeysu. Er með hugmynd. Ég er að nýta nýta gamalt
afgangapeysa sem ég með hugmyndir af, sem ekki einhver spes uppskrift. Prjóna fleiri sokkasnáka. Ég með sér búið með eitt það er rauði dúkurinn sem er búin að eiga heima svo lengi og í einhverjum kassa. Kláraði hann. Og já, laga og klára lopusinu mömmu. Mér langar að gefa út miklu fleiri þætti, þannig ég gerði gefa út 10. þátt af Prjónablaði Ingu. Prjóna fleiri hreindýr, klára að lesa bók af því að ég get bara ekki fyrir mitt litla líf klárað bækur sem ég byrja að lesa. Svona er ekki mikill lestrarhestur, bara alls ekki, og bara ég hef alltaf klárað bók síðan ég kláraði bara grunnskóla. En jæja, þetta er bara þannig. Já, svo ætla ég að vonandi að ná að gefa út dagatal fyrir jólin. Mér langar að gera það, bæta sig þannig hóp. Mér langar að líka sýna ykkur maðurinn minn gaf mér í afmælisgjöf dagatal frá systraböndum. Mér langar bara rétt að sýna ykkur, þetta er neutral típan, komið svona póka. Það var ein stór hespa og svo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 litlar hespur. Dagatalið hennar er, já, svo kom þessi póki líka. Dagatalið hennar opnast eins og jólasveinarnir komandi byggða. Og þetta var neutral típan, hún með 2 hressa-típan og henni hvað hann skýrði þetta. Þetta var svona meira svona neutral, basic litadagatal. Mér finnst þessi mjög sætir. Það er alveg margir svona brún tóna, þessum pínu fjólu í þessi grænn, þessi meira grár og þessi svona móbrún, græn, eitthvað. En já, þetta var til dæmis mjög skemmtilegt í sjálf, allavega eitthvað af þessu, eða í þessa afgangapeysu, eða heimapeysu, heimaprjónspeysu, heimagarnspeysu. Þú veist, ég er annað að hugsa með hana, þessa peysu sem ég að pæla í, að taka alltaf græna afganga, þú veist, afganga þessu, afganga þessu, þessi fara ekkert illa saman, eitthvað að hvítu, þetta er vissulega miklu þykkar garn heldur en eitthvað svona, en þá set ég bara einhverju þræði saman, en það er verðilega mjög skemmtilegt. Svo væri ég endilega til í að heyra ef þið ætli að taka þátt í heimagarnsáskorunni og bara ykkur plön, allt gaman að fá að heyra hvað aðrir eru að gera og fá fleiri hugmyndir eða innblástur og eða bara sjá fallegt prjónalesi á öðrum. Mér finnst það líka virkilega skemmtilegt. En bara þangað næst, þá bara vona ég að þið eigið margar prjónastundir á árinu sem er nýgengi í garð og segi bara bless þangað næst.